Hérna erum við búin að vera að fylgjast með notkun á skógarkrana við almenn landbúnaðarstörf. Þessi bóndi notar kranan eins og hann segir eiginlega í allt. Ámóðstækin eru bara eitthvað sem hann grípur í snjómokstur og slíku. Hann meðhöndlar rúllur, hann hreinstar upp úr skurðum, hann mokar á vagna, tæmir vagna og svo framvegis og svo framvegis. Og síðan eru félagar okkar hérna í túrnum búin að vera að prófa kranan. Þetta er mjög þægilegt. Bara nákvæmlega eins hreyfingar eins og er í venjulegum gröfi. Notendaviðmótið á þessu er mjög þægilegt. Það eru 2 stýripinnar sem eru í jarðhvílunum sitt megin. Jú, maður bara lærir hreyfingarnar. Já. Er það gröfið eitthvað? Já. Þú snýrð þér í áttina að krananum, hefur öll stjórntæki við hendina. Þetta er eins og draumur. Já, einmitt. Bara ekkert mál. Það var mjög spennandi. Þetta er hvaða krakki sem hefur gert þetta. Þessi krani hann er 8,8 metra í lengstu stöðum, lyftir 500 kílóum þar, 4 metra frá lyftaranum 1,4 tonnum. Það er aldrei fætur á þessu Kessla-krönum. Framleiðandi segir að bændurinn nenni hvort sem er aldrei að setja þá niður, þannig að þýð ekkert. Þannig að þetta er hannað til að vera að traktorinn standi undir þessu. Þessi traktor er 230 hestöfl, þannig hann er nokkuð þungur og öflugur. En annars er hægt að setja líka þyngingar í felgur, saltpækil í felgur og svona til að gefa aukið stabilitet.